Þá liður 20, þriðji fundur stjórnar 1-3. Þar sem að stjórn Suðurlandsvegar meðal annars óskar eftir afstöðu eiganda til mögulegra sölu á fasteigninni. Eitthvað sem við viljum ræða í því efni. Sitjum nú þarna í stjórn Ágúst og Yngvi. Ágúst Skjálsveld. Já, kannski bara þess að skýra þetta út að þetta sem kom fram í þessari fundargerð ásamt með mörgu öðru að í því sem að stjórn Suðurlandsvegar 1-3 að vinna meðalans stjórnin vill fá bara skýra línur í því hvort að þetta sé einn af möguleikunum, þar að segja að selja eignina að hluta eða alla, bara þannig að það sé ljóst hvort að sveitarstjórn hefur áhuga á því. Þetta bara til þess að hafa þá hreinu í allri vinnu við endurskipulagningu og rekstur félagsins. Það gott að fá þetta til umræðu og skoðunar. Það tillaga að fresta afgreiðslu og vísa erindinu til vinnu sem nú fer fram við endurskoðun sölu lista eigna hjá sveitarfélaginu. Kannski. Gjörðu svo vel, Margrét. Kannski bara líst ágætlega á að þessu sé fresta en ættum við ekki að hafa samt tímaramma á því. Fresta til næsta fundar sveitarstjórnar eða eitthvað svona. Þurfum við ekki að, þarf stjórn ekki að fá svör innan einhvers tíma? Væntanlega Ágúst Skjálsveld. Jú, það náttúrulega sem fyrst sko. Þannig að ég held að væri mjög gott að fá svör við þessu og ég held að sé ekkit að vanbúnaði sjálfur sér að leggja fram svona lista mjög fljótlega upp á áramótum. Það er að segja með öllu þessu sem við erum með. En hvort það strax á næsta nefndarfund eða hvort að Kannski einhver hluti af því? Einhver hluti af því allavega. Já, hvort það Þannig ekki bara jú, ég held að það sé alveg bara. Og það kemur svo meira til síðar. Já. Þá ber ég það upp að afgreiðslu verði frestað og vísa til vinnu sem nú fer fram við endurskoðun sölueigna hjá sveitarfélaginu. Þeir sem geta samþykkt það, gefið merki. Bíddu, ef við ekki hafa frestað til næsta, til... Afgreiðslu frestað til næsta fundar sveitarstjórnar. Er það ekki? Svona, þá bara segjum við hvað verður. Þeir sem geta samþykkt það, gefið merki. Samþykkt samlega.